Guðna. Já, sæl og blessuð. Gaman að vera hérna með ykkur. Við erum sem sagt 6 manna hópur, aðilar að RANNum, rannsóknarstofum upplýsingatækni og miðlun, sem ætlum að fjalla nýtingu stafrænnar tækni og netkennslu í COVID-faraldrinum. Og það er náttúrulega orðið mikil aukning á því sviði allan heim og spurning hvort að sé að ræða skammtímalausnir eða þróandi framtíðar. Og mikilvægt að velta fyrir sér áskorunum og tækifærum í þessu samhengi. En við Greta Björk Guðmundsdóttir, prófessor við Háskólann í Osló, mun kynna niðurstöður og sýnir rannsóknum á þessu sviði. En fyrst ætlum við Salvör Gissurardóttir, Skúlína Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir og Torfi Hjartarson að kynna niðurstöður úr okkar rannsóknargögnum sem komu úr spurningakönnunum menntavísindasviðs síðastliðið vor og þá í beinu framhaldi af þeim niðurstöðum sem þegar hafa verið kynntar úr rannsókninni. Við erum með spurningar, bæði með töluleg gögn og opna spurningar, þar sem fólk léti í sér heyra og höfum sérstaklega verið að skoða upplýsingar frá skólastjórum og kennurum. Þetta skólastjórahópurinn var eitthvað 188 og kennarahópurinn 1200 og eitthvað manns. Viðhorf og raddir kennara sem staðið hafa í eldlínunni eru sérstaklega áhugaverð. Í þessu erindi verðum við nú kannski aðeins að líka segja í einni spurningum með leiðbeinendur og sérkennara. En við skoðum hérna fyrst hluta af tölulegu gögnunum og eins og sést í þessari töflu þá mikill samhljómur í svörum skólastjórnenda og kennara. Þarna sjáum við svör stjórnenda og kennara við nokkrum lykilspurningum. Stór meirihluti telur að sé að ræða mikilvæg töluverð áhrif á kennsluhætti eins og kom fram í erindi Kristínar líka í morgun og allstór hluti beggja hópa telur sennilegt eða öruggt að breytingar á kennsluháttum séu til frambúðar. Og ennfremur meirihluti af því að töluverðar eða miklar breytingar hafa orðið á notkun sinni á stafrænni tækni. En á báðum skólastigum þó allstór hópur sem telur lítilega jafnvel engin áhrif sé að ræða. Þannig að það áhugavert að velta fyrir sér ástæðunum og í sumum grunnskólum áhersla á mikla notkun stafrænnar tækni og var fyrir COVID og gott aðgengi að tækninni og þar eru kannski minni breytingar en víða annars staðar. En svo voru margir grunnskólakennarar áfram með nemendur á staðnum og ekki síst yngri aldurshópa. En meirihluti stjórnenda og kennara taldi aðgengi nemenda að tækni duga vel til samskipta eða fjarnáms og varðandi búnaðarskóla þá taldi 65% stjórnenda og 61% kennaranna sem svaraði þessum spurningum að hann dygði vel en 20-22% að hann dygði illa. Og þannig að það töluverður hluti. En þá meirihluti skólastjórnenda og kennara eða 65% sem telur að starfsmenn hefði verið vel búnir undir að takast á við aukin tölvusamskipti eða fjarkennslu. En þó eru 15 og 11% stjórnenda og kennara sem telur þá hafa verið illa búna. Ef við skoðum þá næst hvernig grunnskólakennararnir lýstu breytingunum í raun og veru, þetta var svolítið flókin spurning, en þeir voru beðin að segja, ef þið skoðu bláu súlurnar, þau sýna stöðuna fyrir COVID varðandi blandanám eða fjarnám og staðnám. Og það eru bláu súlurnar sem að sýna fyrir COVID, þar sem langflesti voru með hreina staðkennslu eða segja að það hefði bara verið eingöngu staðkennsla, en 90% lýstu námi sem vefstuddu og með einhvern hluta á netinu og 3% sem blöndu á stað- og netnámi. En svo í COVID hins vegar þá breytist þetta mikið, þannig að rauðu súlurnar, ef við skoðum þær, að þá þetta miklu dreifðara. Það 30% svarenda sem sagði að nám hefði farið fram á öllu leyti á staðnum, 28% vefstutt, 18% blandað, 13% á mestaneti og 10% á öllu leitaneti. En kennara voru þá jafnframt spurði því hvaða þættir í skólastarfinu hefðu að einhverju eða öllu leyti verið leystir á neti, annars vegar fyrir faraldurinn og hins vegar eftir hann hófst
og á myndinni svörunum raðað eftir aukningu, þannig að þættir sem var mest aukning á nýtingu netsins eru efst og þar sést til dæmis varðandi umræður, spjall og samveru, kveikjur, hvatning og aðhald, þá töluverð aukning á netnotkun, félagsleg samskipti nemenda, leiðsögn og verkleg kennsla, innlagnir, svona töflukennsla og sýnikennsla, samvinna kennara, stuðningur við nemendur með sérþarfir og áætlanir og ábyrgð nemenda á eigin námi, en á meðan aðrir þættir eru lítið sem engin breyting eða jafnvel samdráttur, til dæmis varðandi hópverkefni og samvinnu nemenda, sem kannski var auðveldara að láta þau vera að nota netið í einhverju slíkri vinnu bara í bekk en frekar heldur að þurfa að skipuleggja þegar fólk var komið meira á netið og heima. En við skulum skoða aðeins næst svör við opnum spurningum varðandi erfiðleika, áskoranir, hvað var jákvætt og svo ætlum við að fjalla líka skapandi starf, hvernig einhverja breytingar, hvað það varðaði. En hér sjáum við greining á svörum 315 kennara sem svöruðu spurningu opinni spurningu að gefa dæmi erfiðleika, áskoranir eða álitamál. Og svörin voru dreifð en mjög áberandi samt þættir sem snúa beint að nemendunum. Og tæpur fjórðungur talar aðgengi að tölvum eða neti heima sé ábótavant hjá hluta hópsins og tæpur fimmtungur hefur áhyggjur af viðkvæmum hópum með veikt bakland. Og þá í álíka mörgum svörum að finna hugleiðingar foreldra og hlutverk þeirra og einnig nefna allmargir að virkni sumra nemenda sé takmörkuð. En aðrir erfiðleikar sem nefndir eru til sögunar eru meðal annars tæknivandræði nemenda eða tölvufærni þeirra og sé ekki næg eða sum séu ung til að ráða vel við netnám. Og þá ýmsu velt upp varðandi kennslu, starfsþróun og fleira. 9% tala erfiðleika tengda tæknimálum, fjarkennslu eða nýtingu stafrænnar tæknikennslu. Allstór hópur nefnir félagslega þáttinn og hversu krefjandi var að vera fyrirvaralaust stefnt út í þessar aðstæður og nokkrir nefna áskoranir varðandi nýja kennsluhætti, kennslulist og verkgreina, álag á kennara, persónuverndarmál og að vera að kenna sama tíma bæði nemendum sem voru heima, sumir í sóttkví og nemendum á staðnum. Og hér sjáum við dæmi svör, skortur á tækjum og kunnáttu heima fyrir olli stundum árekstrum og þá þurftum við kennarar að vera skapandi og finna einfaldari leiðir fyrir nemendur að skila verkefnum og það fylgdi staða nemendur með slakt bakland fengu mjög illa aðstoð heima og því var erfitt að gera sömu kröfur á þá nemendur varðandi skilaverkefnum. Og varðandi hlutverk foreldra virðast sumir hverjir ekki tilbúnir að setja sig inn í hvað nemandinn að gera og eiga þar að leiðandi erfitt með aðstoða heima við. Og varðandi virkni og viðkvæma hópa, hvað erfitt að ná til þeirra nemenda sem standa höllum fæti, hafa lítið bakland eða af erlendum uppruna. Eins getur verið erfitt að fá suma nemendur til að mæta í tíma gegnum fjarkennslu, merkja við ætla að mæta svo ekki á tilskildum tíma. En það var á hinn bóginn mátti greina ýmislegt jákvætt og margir nefndu gagnleg forrit eða rafrænt námsumhverfi til sögunar eins og Google Classroom hefði virkað vel en að öðru leyti var mest áberandi hvað margir nefndu aukið sjálfstæði og ábyrgð nemenda. Það var mjög áhugavert að sjá. Ótal aðrir hluti voru nefndir svo. En svörin voru mjög dreifð og á eftir að flokka þau betur en eins og þarna sést eru allmargir sem nefna góð netsamskipti, fjarfundina að foreldrar hafi orðið virkari í tengslum við nám barna sinna og verkefnin hefðu verið áhugaverð og margt komið þar út, spennandi, rafrænt námsumhverfi. Þægileg verkefnaskil og utanumhald og það að fleiri notuðu tæknina, bæði kennarar og nemendur og tölvufærni ykist og heimanám hentaði mörgum vel og að sumir hópar væru að blómstra. Og þarna sjáum við dæmisvar frá einu kennara, krakkarnir hafa þurft að bera meiri ábyrgð á námi sínu, þetta hefur gefist vel til að mæta einstaklingnum vel og opna fjölbreyttari leiðir til verkefnavinnu.
En Salvör hérna með okkur. Salvör, vilt þú kannski, þú hefur verið að skoða Salvör og Já. Skúlína svör með skapandi. Heyriði í mér? Já. Já, hérna, ég greindi þessi svör, það sem var spurt hvernig skapandi starf með stafrænni tækni hefði farið og þetta var ansi margir sem svöruðu, þetta var 202 svör, þetta var kennara, Skúlína tekur svo sérkennara og skólastjórnendur. En það voru langsamlega flestir sem töldu að þetta hefði aukið hérna skapandi starf eða 115 fann ég að það voru og það var kannski það sem stóð upp úr, það var mikil breyting og aukning á verkefnavinnu nemenda, fjölbreyttari verkefni og skil og ýmiss konar formi. Aðallega fannst mér standa upp úr myndmiðlar og myndbönd en líka hljóð og nýting á efnavef, að leita vef og það var líka áberandi hve margir töluðu stuðning og þátttöku foreldra í viðfangsefnum. Það er eins og aðstæðurnar hafi meira kalla á þátttöku foreldra og meira náttúrulega nýtt á námsgögnum á neti og þá sérstaklega myndböndum og kennarar útbjuggu eigin námsgögn eða gerða í kennarasamfélaginu. Og svo voru notuð ýmis, það margir sem nefndu þarna ýmis tól sem ýttu undir skapandi tækni. Það var greinilega svona verkfæri sem fólk notaði. En það kom mér reyndar svolítið á óvart hvað margir voru neikvæðir. Ég hafði eiginlega haldið að stafræna, það ætti bara myndi blómstra allt, en það var greinilegt á þeim svörum. Það eru 56 sem segja þetta hafi dregið saman. Mjög margir af þeim svörum eru kennarar sem eru greinilega í skólum og það er bara lokað. Þeir fá ekki að nota spjaldtölvurnar út af smithættu og tölvu verður með lokað. Það verður að vera mikið fjarlægð á milli nemenda og síðan nefna sumir hvað þessi erfitt svona þemaverkefni sem hefð fyrir í skólum og sýningu kannski enda verkefnisins, hvað er erfitt að setja það á vefinn og það virðist hafa verið í sumum tilfellum hafi það bara breyst í einstaklingsverkefni sem voru á textamiðið. Og svo þetta fjalli niður list og verkgreinar, nýsköpun og mennt og heimilisfræðsla en 35 svör töldu að engin breyting hafi orðið eða töldu sig ekki geta metið það og svo voru nokkrir sem nefndu að breyting hafi orðið á einu sviði en dregið úr öðru. Sólveig, geturðu ýtt á næstu glæru? Og ég tek hérna bara, ég veit að þetta er lítið tími, ég tek bara eitt dæmi sem ég varst gott og lýsandi fyrir svör og svona mjög greinandi. Það var ýmis verkefni unnin og þetta er bara bein svar, annað hvort myndir annar upptökur eða myndir af verkefnum og það voru Zoom-fundi með nemendur og skil á verkefnum, þannig að breyttust kennsluhættirnir. Og svo er greining á því hvernig heimilin standa ekki jafnfætis þegar kemur á tæknimálum og hvernig kennararnir reyna að koma í móts við það. Við höfum reynt að vinna mikið í Google Classroom og leyft þeim heimilum sem hafa ekki mikið bakland að vinna öðruvísi. Og svo fannst mér seinni málsgreinin sýna þessa sköpunarmátt sem þannig að það var búið til á netinu ný tegunda verkefnum að nemendur bjuggu til stutt leikrit og þeir nemendur sem voru heima, þeir unnu það með fjölskyldu sinni og þeir sýndu þessi leikrit sumir í skólanum. Já, takk. Vilt þú koma næst á Skúlína? Við heyrum ekki í þér. Já, betra að setja hljóðið á. Já. Ég ætla aðeins að gera grein fyrir svörum sérkennara og leiðbeinenda þessa sömu spurningu. Sérkennarar þeir voru spurðir að því hvort að skapandi starf með stafrænni tækni hefði dregið saman í faraldrinum og meiri hluti þeirra svaraði þessari spurningu eða það 70% af svörunum töldu að það hefði orðið aukning á því vegna fleiri og fjölbreyttari athafnakosta, meiri einstaklingsmiðunar og fleiri verkefnahugmynda.
Svörin að þau gáfu til kynna að kennararnir væru duglegir við að deila efni og efndu til aukins samstarfs í faraldrinum. Þá nefndu sumir að samskipti væri meiri með tækni milli starfsfólks og milli skóla og foreldra og einhverjir nefndu að foreldrar væri virkar í námi nemenda og fannst það jákvætt. Síðan var 14% svaranna þau lutu að svigrúmi nemanda til skapandi starfs með stafrænni tækni og dæmin sem gefin voru það voru að nemendur höfðu aukið val verkefni og úrvinnsluleiðir, námið yrði dýpra og að meira væri sjálfstæða verkefnavinnu þeirra heima. Og þá nefndu einhverjir að í aðstæðanum væri lögð meiri áhersla á að vinna með umhverfið og nýta það í náminu sem mjög jákvætt. En 10% svara sérkennarar gáfu til kynna að þeir teldu að skapandi starf með tækni hefði dregist saman og þeir nefndu þá staðreynd að engar list og verkefni hefði verið kenndar og að dregið hefði úr verkefnum eins og stuttmyndagerð og gerð hópverkefna. Þegar kemur að leiðbeinendunum að þeir voru líka spurðir að þessu og þeir töldu að aukningu á skapandi starfi væri að ræða en einungis 9% svara gáfu til kynna að dregið hefði úr því og þá aðallega vegna vinnuálags og þrengra fyrirkomulags kennslu hjá þeim. 38% svaranna gáfu til kynna aukningu þar sem var til dæmis nefnt að fleiri og ný verkefni hafi komið til meðal annars vegna aukinnar notkunar spjaldtölva og Google Classroom. Einnig nefndu þeir ókeypis netaðgengi að ýmsum vefsíðum og tólum sem að aukið hefði tækifæri í undirbúningi kennslu og þeirra svör virtust beinast meira að nemendum heldur en hinna en 33% svaranna lutu að auknu svigrúmi nemenda til náms. Nýrri námsreynslu með iPad, tölvum eða síma og fleiri forritum í umferð. Og þá nefndu þeir líka fjölbreyttari verkefnaskil og ýmislegt fleira. Já, takk fyrir þetta. Við látum þá þessari kynningu lokið á hlut af okkar niðurstöðum sem tengjast reynslu og viðhorfs þátttakenda í COVID-rannsókn Menntavísindastofnunar og við tekur hún Greta Björk Guðmundsdóttir, prófessor við Háskólann í Osló sem hefur víðtæka reynslu af alþjóðlegu samstarfi sem tengist stafrænu læsi og upplýsingatækni í menntun og hún hefur staðið að spennandi rannsóknum á undanförnum mánuðum sem hún ætlar að kynna og tengjast áhrifum COVID á skólastarf. Gerðu svo vel, Greta. Takk fyrir það. Ég ætla nú að vera rosalega stutt, þetta svo lítill tími, þannig að ég ætla bara að reyna að hoppa yfir þetta. Ég setti í gang rannsókn ásamt samstarfskonu minni í Bandaríkjunum, Dawn Hathaway, sem við George Mason University í Washington. Við gerðum það strax í miðjan mars, að þá töldum við að það væri áhugavert að skoða svona svipaðar spurningar eins og rannumhópurinn var að gera og kynnti hér áðan. Í fyrsta lagi þá vorum við að skoða, ef þú myndir vilja fletta Sólveig á næstu glæru, við vorum að skoða stöðu kennara, það að segja hversu vel þeir voru búnir undir netkennslu í báðum löndum og í öðru lagi þá vorum við að skoða hvernig var að því staðið að ná til þennan hóps af viðkvæmum nemendum og við vorum með ákveðna við skilgreindum viðkvæma nemendur, þetta er rosalega margbreytilegur hópur, en þetta eru til dæmis nemendur með einstaklingsbundnar áskoranir eins og ýmiss konar greiningar eða veikindi. Þetta eru nemendur sem koma frá fjölskyldum sem eiga við erfiðleika að stríða, vímuefnavandamál, heimilisofbeldi og slíkt og þetta eru nemendur sem eiga erfiðleika með jafnaldra, til dæmis einelti. Og svo nemendur með félagslegar áskoranir til dæmis eins og fátækt eða glæpi eða innflytjendur með lítið bakland. Í þriðja lagi skoðum við líka hvernig COVID-19 hefði haft áhrif á kennsluhætti kennara. Og þetta er könnun sem var að langmestu leyti voru þetta eiginlega gögn þannig að við fengum kennara til að lýsa reynslu sinni á þessu meðan þeir voru í þessum aðstæðum. Við fengum inn 1186 svör frá 36 löndum en langflestir kennarana voru frá Noregi og frá Bandaríkjunum þar sem við höfum okkar tengslanet. Vegna þess að þessi könnun var eingöngu dreifð í gegnum félagsmiðla og í gegnum okkar tengslanet. Við vorum líka með 73 svör til dæmis frá Ítalíu, við vorum með 57 svör frá kennurum á Íslandi
og þetta voru sem sagt kennarar sem voru bæði að kenna í grunnskóla og framhaldsskóla stigi. Og ef við kíkjum á næstu glæru, þá greindum við gögnin okkar út frá þessu PEAT-módeli sem það kallast, og það sem sagt, þá greindum við svörin og þessa reynslu kennara út frá þessum 4 þáttum, og það í fyrsta lagi sem sagt, það sem tengist kennsluháttum, það pedagogical dimension, og hvernig tækninotkun sem sagt, hvernig notuð tæknina í sínum greinum, námsgreinum eða sínum kennslugreinum. Í öðru lagi tölum við sem sagt siðferðilegu hliðina, það að segja þessa ethical dimension, og það eru auðvitað málefni eins og til dæmis persónuvernd eða stafræn borgarvitund, einelti á netu og hvernig við hegðum okkur á netinu almennt. Í þriðja lagi voru þetta svör sem að tengdust viðhorfum kennara til tækninnar, hversu áhugasamir þeir eru og viljugir í raun og veru til að prófa nýja tækni. Og í 4. lagi þá greindum við samkvæmt T-inu, það að segja technical dimension, eða sem sagt aðgengi að tölvum og hugbúnaði og hreinlega tölvufærni kennara. Og það sem ég veit ekki hvort að það sé kannski komið ykkur á óvart, en ég sé það á sama hátt og í íslensku gögnunum að það eru mjög margir kennarar og langmesti meirihluti kennara lýstu reynslu sinni í gegnum T-ið. Það að segja út frá tæknifærninni, út frá hversu gott aðgengi þeir höfðu að því sem þeir þurftu og svo framvegis. Það voru að sjálfsögðu kennarar auðvitað líka sem að töluðu sína kennsluhætti og hvernig þeir lögðu upp kennsluna. Nú auðvitað var kennslu svolítið öðruvísi háttað til dæmis eins og í Noregi og Bandaríkjunum þar sem öllum skólum var lokuð. Það er auðvitað töluvert öðruvísi heldur en á Íslandi. Þar sem að skólar voru opnir, allavega grunnskólinn. En það sem kom okkur kannski mest á óvart var, ég er að afsaka hérna, ég hefði slökkt á símanum. Það sem kom okkur kannski mest á óvart var sem sagt hversu lítið kennarar töluðu siðferðihliðina, það að segja persónuvernd og hvaða í raun og veru hvað þetta hefði að segja í raun og veru fyrir persónuvernd, fyrir hvernig við komum fram á netinu og svo framvegis. Ef við tökum fram svo síðustu glæruna, Solveig, þá getur þú bara klikkað hérna og vegna þess að eins og ég sagði áðan, þetta voru mestuleyti eiginleg gögn, þannig að þetta voru svona reynslusögur kennara. Það sem var svolítið skemmtilegt að sjá, eða áhugavert að sjá í raun og veru, var hversu ofsalega mikil samhljómur var á milli landa. Og til dæmis í fyrsta lagi, þá sjáum við mjög mikið hversu þessi persónulegu tengsl milli nemenda og kennari eru dregin fram. Til dæmis þetta með þennan íslenska kennara sem segir hérna persónuleg tengsl, samskipt og stuðningur, augliti til augliti, skipta langmestu máli. Það kemur ekkert í stað persónulegu tengslana. Og norsku kennarinn sem segir það erfiðar að fylgja nemendum eftir, sérstaklega þeir sem búa við erfiðar heimilisaðstæður þegar þú ert á netinu. Og þriðji bálkurinn þarna, íslenski kennarinn sem segir að kennarar hafi þurft að vera miklu meiri sálgæslu en venjulega og það var erfitt að finna að tengslin rofna við ansi marga nemendur og þá sérstaklega þá sem síst mega við því. Það sem líka kemur fram mjög skýrt og greinilega hvernig kennarar átt í erfiðleikum með að ná til nemenda, að þeir hreinlega tóku af myndavélina og það var mjög erfitt að ná fram til þeirra. Þetta sjáum við bæði í Noregi, við erum með dæmi líka frá Ítalíu og frá Bandaríkjunum, þar sem þeir segja að fylgja eftir nemendum og mætingu þeirra var afskaplega tímafrekt og krefjandi. Þannig að þetta var mjög svona gegnumgangandi þar sem að kennarar áttu í erfiðleikum með. Og svo þetta síðasta hérna sem þar að kennslan var oft miklu meira einstaklingsmiðuð. Þetta kennari frá Íslandi sem talar það. Og svo höfum við líka ítalskan kennara sem segir hérna námi verður einstaklingsmiðurar og krefst stöðugrar endurgjafar.
Þannig að það sem kom okkur í raun og veru mest á óvart var hversu var mikill samhljómur á milli landa, þó svo við höfum verið með þessi 36 lönd, að þá var þetta mjög skýrt og greinilegt að tækni hliðin kom sterkust inn og svo þessi sömu vandamál. Og það sáum við líka hjá íslensku kennurunum. Þó svo að þeir hefur verið með skólan opinn, að þá koma þessi sömu sérstaklega þetta með persónulegu tengsl sem eru rosalega mikilvæg. En þá held ég gefi bara orðið aftur til þín, Sólveig. Heyrðu, takk. Við erum víst að komin ansi langt með tíman, en það má sem sagt segja það að við skollið á ný netbylgja með COVID varðandi í tengslu við skólaþróun og ef við skoðum aðeins áskoranir og tækifæri af þessum völdum í menntakerfinu, að þá erum við náttúrulega í áskorunum, það eru viðkvæmir hópar sem hafa komið fram hjá okkur og hjá fjölmörgum öðrum og mismunandi aðstæður á heimilum þó hér á Íslandi séu þær víðast hvar góðar og eins mismunandi aðstæður í skólum þó að sé víðast hvar gott eða þokkalegt. Það þarf að huga að starfsþróun kennara og annarra faghópa og hvernig og skoða hvernig við viljum þróa menntun og kennsluhætti og huga að gæðum kennslunar. Það er áskorun varðandi til dæmis námsgögn og verkfæri við hæfi að bjóða upp á það, sem sagt, til dæmis í rafrænu formi. En á hinn bóginn eru það náttúrulega mikið tækifæri, breytingar eru uppspretta nýra hugmynda og hægt að prófa marga kosti sem að geta til dæmis leitt til meiri sveigjanleika. Það eru margir sem vilja ekki fara tilbaka og telja breytingarnar séu til frambúðar og það þarf að huga að námskrá og stefnumótun, auka áherslu til þess að stafræna hæfni og nethæfni getum við sagt og spennandi að auka samstarfs háskóla og vettvangs í þessu samhengi og við erum til dæmis með hugmyndir rannsóknir með hagnýtu gildi sem að vera með og eflaust margir fleiri á borðinu sem að væri gaman að yrðu að veruleika og skoða til dæmis með nemendur og þeirra sem sagt reynslu og foreldra eins og áður hefur komið fram hér hvað það sé mikilvægt að vera ekki bara að skoða starfs- og skólana. En það er sem sagt ljóst af þessum niðurstöðum hvað kennarar hafa staðið sig vel og unni í raun og veru þrekvirkið. Þetta er stétt sem er bara fagfólk, þetta er ekki lengur launþegar, heldur þetta er bara fagfólk sem stóð sig í þessari krísu. En nú er sem sagt þá bara að læra reynslunni og skoða hvað er hægt að gera betur á næstu misserum og hugsa til framtíðar fara út í skynsamlegar aðgerðir bara til að bjóða upp á sem besta menntun. En við bara þökkum kærlega fyrir okkur hjá Rannum. Takk sömuleiðis kærlega, ótrúlega fjölbreytt og